Takk fyrir. Góðan daginn og velkomin á 27. fund íbúðaráðs Kjalarness. Ég held að okkur sé bara ekkert að landbúnaði að ganga til dagskrár og í fyrsta lið hérna á dagskránni þá ætlar hann Ólafur Ólafsson hérna að sitja með okkur og fræða okkur Agnes. Eða upplýsa okkur við hérna, þetta snýst svar fjármála og áhættu stýringasviðs við fyrirspurn íbúðaráðs Kjalarness styrk úr fjarskiptasjóði vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýlinu. Ólafur, vilt þú bara byrja eða viltu? Ég svo sem kem bara á hana fund til að svara spurningum ef einhverjar eru. Liggja fyrir í svari frá fjármála og áhættu stýringarsviði þetta mál, en ef ég get bætt einhverju við þá ég tilbúin að svara. Já. Guðni, vilt þú kannski grípa þennan bolta aðeins? Ólafur, þú ert sér frá fjármála og áhættu stýringarsviði. Ég er deildarstjóri á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Já, þú ert þar. Og ég hélt utan þessa framkvæmd. Já. Það er svona aðeins skauta framhjá þegar við bendum á Míla byrja þetta bara 56 milljónir í verkið, en það gefur samt fram kostnaður hann upp á 90 milljónir eða fjármagn upp á 90 milljónir. Þeir hafa gert ráð fyrir upphafi og þeir mjög slitrætt í þeim. Nú er það. Já, það verðist vera pínur lélegt samband hjá Guðni. Já, það er svo sem ekkert nýtt. Við heyrum samt betur í þér núna. Já. Þurfum að tala hægar. Lína ber ekki hennar hraða. Já, þú verður bara að hægja þess að þér. Já, það sem maður var að velta fyrir sér, Míla býður í þetta mun lægra heldur en kostnaðaráætlunin var og hún, eins og í þessu tilfelli þá bauð hún í þetta tæpar 56 milljónir. Þeim eru bara 56% af áætlaðum kostnaði. Og það var það sem við vorum alltaf að velta fyrir okkur, af hverju það er alveg augljóst mál að tengingarnar eru bara 88 af 136 og þannig lækkar stuðningur borgarinnar 16 milljónir og það hefði í rauninni ef það fullt miðað við þessar tölur sem eru gefnar upp heldur en að reyna að rukka fólk. Hver er spurningin, segir? Það sem við vorum að velta fyrir okkur, hvernig stendur á því að það hefur ekki farið í það þegar tilboðið er svona lágt að borga þá bara fullt gjald. Borgin hefði komið frá því þannig að vera hennan 100 skall því að 16 milljónir úr fjarskiptasjóði sem fengust ekki út á verkið. Ég get nú ekki svarað, það er borgarráð sem tekur ákvörðun það hvað borgin leggur til verkefnisins en ef við skoðum bara heildarkostnaðinn í verkinu þá var hann 90,6 milljónir og Míla bauð 56 milljónir og gekk það út frá því að fá greitt inntaksgjöld. Þannig er tilboðið að lægra heldur en kostnaðurinn sem að þeir gerir ráð fyrir þetta kostaði og síðan inn í þessum 90,6 milljónum kostnaður við
lagningu röra með Kjósarhreppi upp á 7,6 milljónir. Nú kostnaður við hönnun, eftirlit, ráðgjafa, rúma 10 milljónir og svo innri kostnaður og starfsmanna og allt utanum hald 7,4 milljónir. Samtals eru þetta þá 90 milljónir sem það kostaði. Nú þegar farið var á stað með verkið þá var gengið út frá að notendur yrðu 136 en þegar var staðið þá voru það ekki nema 88 notendur sem vildu þiggja tengingu. Já, 88 sem voru tilbúinir til að greiða fyrir tenginguna. Það vildu taka við tengingu, já. Já, það er ekki 88 sem hafa greitt fyrir hana. Ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið 88 sem hafa greitt fyrir tengingun. Já, hún er sennilega komin inn á mun fleiri staði, sko. Ég get ekki svarað því, sko. Þannig að ég veit til þess að hún var lögð nánast allstaðar inn í hús þó að menn hafi ekki greitt fyrir hana, ekki tekið henni í notkun. Það var gengið út frá því að það yrði lagt í hús þar sem að það yrði eigendur samþykktu það. Nú ef það fengist ekki heimild hjá húseigandum eða lóðarhöfum þá yrði lagt að lóðamörkum. Það var gengið út frá því. Já, það sé nú að vera frá örfáum stöðum sem fóru ekki inn í hús. Þetta hefur farið nánast allstaðar inn. Vafalaust 130 tengingar sem hafa farið inn í hús þó það sé bara 88 hafa tekið henni í notkun og greitt fyrir hana. En já, þetta er voðalega eitthvað sérstakt framkvæmt alveg frá til þetta var ég að segja. Ég er ekki með að segja. Er einhverjir fleiri sem að vilja eitthvað spyrja út í? Mér sýnist ekki. Þannig að já, þá bara þakka ég Ólafi fyrir og við látum þessum lið lokið. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er best. Heyrðu, þá vindum okkur bara í annan lið í dagskrá. Það eru drög að erindi íbúðaráðs Kjalarness lóðamál í Grundarhverfi til skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. Ég sendi ykkur þetta erindi í pósti. Ég vona að þið hafi gefið ykkur tíma til að renna yfir þetta. Og það er spurning hvort að við sameinumst að senda þetta erindi inn. Einhverjar athugasemdir, umræður, eitthvað sem þið viljið tjá ykkur þetta? Það eru allir voðalega þöglir, þannig að ég ætla bara að taka hringinn Olga, myndir þú vilja kvitta undir að senda þetta inn? Algjörlega, bara endilega. Takk. Fyrir mig. Rósi, hvað segir þú? Fyrir mig. Ég er sammála þessu. Þú ert sammála þessu, ok, þá var það Valgerður.
hvað segir þú? Já, ég segi það sama. Og Óli, hvað segir þú? Ég er sammála þessu. Þannig að þá samþykkir ráðið að senda þetta erindi inn og þurfum eitthvað að bóka það eða hvernig best að gera það Emil? Þá þetta erindi sem sagt bara drög erindi bara samþykkt og það fer þá sent vísa til skipulags- og samgönguráðs og ef þið viljið láta einhverja bókun fylgja með þá hafa það ekki títi fyrir stöður sko. Er einhver sem hefur áhuga á því eða látum þetta bara fara svona? Guðni, hvað segir? Hvað fékkstu engan til að koma og spjalla við okkur? Nei, það gekk ekki. Vill enginn við okkur tala? Nei, ekki. Ekki að svo stöddu allavega. Ég get svo sem örlítið fylgt upp í þetta. Ég óskaði eftir því en hafði ekki erindi sem erfi. Það var einfaldlega að vísa til þessa, þessi samantekt sem ég fekk frá ykkur, Sigrúnu. Það var svona að vísa til þess að í þessu fæli svona, hvað getur við sagt, stefnumarkandi aðgerðir og það færi einfaldlega betur á því að það væri eitthvað sem skipulags- og samgönguráð myndi það taka afstöðu til. Það voru þau svör sem ég fekk. En svo komin einhverjar upplýsingar væntanlegan uppgröft, ekki? Jú, ég sendi á ykkur í pósti, held ég örugglega. Það var svar sem að Heimir fékk varðandi það. Ég skal bara grafa þetta upp hérna. En það er allavega stend til að finna þetta. Þetta er allavega í einhverjum farvegi, sko. Já. En svo það komin út ný fornleifaskýrsla fyrir þetta hefur verið farið yfir þetta aftur í sumar og til eins sem hann ekki 15 ára gömul eða kannski 20 og í þessari skýrslu þá kemur fram hvar eru mögulegar fornminjar og friðhelgi kringu það. Síðan sem eru utan Belgugrund 9 og Búagrund 16. Þeir eru snúa hana bak í bak, þessar tvær. Ég held að væri ekki ástæða til þess að hvetja borgina til að selja þessar lóðir bara núna. Bara í næstu viku. Hvað er þessar lóðir fyrir utan sem sagt? Já, ég get ekki betur síðan að það séu utan friðhelgi fornleifa, þessar tvær. Og ég kannski að senda líkin og skýrsluna. Það er kannski spurning að gera einhverja stutta bókun þar sem að þetta sem sagt kemur fram og þá að hvetja borginu til að dempa þessu. Get ég sérað mynd? Já, ég get sérað mynd. Má ekki setja inn eina eins og hérna. Það sýnir ykkur aðeins. Þið sjáum myndina, ekki? Jú. Sjáum húsina mína eitthvað verðinni. Og hérna eru þessar tvær lóðir. Ég get ekki betur séð að það er fyrir utan þessa friðhelgi hér. Og þessi rauði punktur hérna sem fornleifa sem er 100 ára eða eldri, þetta er einhver gata sem er í rauninni bara horfin hérna undir eða búið að hreyfa við jörð og virðist ekki falla undir friðhelgi fyrir vikið. En þessar tvær lóðir hérna virðist vera alveg lög. Og við förum hérna aðeins upp, þá sjáum við hér er verið að byrja hérna lóðir frá Vörfa. Svo er þetta allt hérna undirlagt bara undir þessa
mögulega fornminjar. En þessar tvær hérna, ég get ekki betur séð og sjáum bara, hér væntanlega lóðamerki hérna upp, svona, sem þýðir það að það hlýtur að vera hægt að selja þessar tvær lóðir bara núna strax á mánudaginn. Já, ert þú til í að setja saman einhverja snjalla litla bókun þetta og senda á heimi? Já, Ég svo sem búin að finna nákvæmlega upplýsingar þetta varðandi þetta útboð og fornleifar rannsóknir og þessi óskum upplýsingar, hún kom bara í beinu framhaldi að þessari samantekt frá ykkur Sigrúnu. Það kemur fram útboðsgögn fyrir fornleifar rannsóknir í loka undirbúningi og verkið væntanlega boðið út í febrúar. Verkið mun hefjast leið og tíð leyfis, mögulega í apríl. Bráðabirgðar niðurstöður getur verið tilbúnar cirka 2 mánuðum seinna og endanleg skýrsla hugsanlega 4 til 5 mánuðum frá upphafstíma verksins. Þetta þær upplýsingar sem ég fekk í það minnsta þetta. Já. Sko, hvernig slekkir nú á þessari sýringu eiginlega? Það allt horfið hérna á skjánum hérna. Þú ert bara hægt að deila? Já, ég vissi ekki að gera það. Er það ekki bara sami takki og þú notar til að deila? Ég skal reyna að deila yfir hann og taka hann tilbaka. Já, ok, flott. Það lagaðist það. Ja, þetta hérna, þetta möguleiki, sko. Ég get ekki séð hana, bara þessar lóðir eru pottet lausar undan allri friðhelgi. Já, þá kannski bara sniðugt að pota þess í þá með það. Já, það ekki? Ég skal bara hérna búa til einhvern texta sem við skoðum í lokin. Já, Lokfundar. þær lóðir eru mikið betra heldur en ekki neitt, sko. Já, svo sko reyndar hérna lóðin hérna við hliðin á hérna Helgugrund 9 sem Helgugrund 11. Það svona alveg á mörkunum hún sleppi en það er óvíst. Já, ég fáum ekki endilega slaka í því, sko. Nei, en það er svona, það er alveg á mörkunum hún sleppi. Já. En allavega ef við fáum þessar tvær, þá er það góð byrjun. Já. Þetta selja þessar, bara strax eftir helgi. Já, ekki lóðaverð og svimandi hátt, þannig að fólkið fengi pening, því að segja. Það lítur að þetta selja þetta fyrir ykkur 10 milljóna. Já. Heyrðu, já, þá ferð þú í að smíða eitthvað. Eigum við þá að vinda okkur í 3. liði dagskrá. Það er staðsetning verkefna í hverju mitt. Það er ærslabelgurinn góði. Ég ætla nú eiginlega bara að byrja á að vera með pínu svona langkund að ég hleypi ykkur sínum að. Við sem sagt á síðasta fundi þá komið til okkar Bragi Bergsson og Eiríkur Búi og kynntu fyrir okkur sem staðsetningar mögulegar á þeim verkefnum sem voru kosin í síðustu kosningu í hverju mitt. Og þá kom upp umræða með staðsetninguna á ærslabelgnum, þá búið svona að setja niður nálægt skólanum og það spann svona aðeins umræða í framhaldinu hvort það væri til einhver betri staður eða skemmtilegur staður, hvort það væri hægt að koma fyrir einhver starfsstað. Og við Guðni tókum það að okkur að kanna hug íbúa svona til þessa og það voru settir út 2 aðrir staðir. Það var þessi staður við Klébergsskóla, síðan var við útikennslustofuna og svo þarna á opna svæðinu í miðju hverfisins þar sem að leikvöllurinn er. Það var nú bara ágætis þátttaka svo sem í þessari könnun. Við gerðum bara könnun inn á Facebook síðanum og það vildi enginn setja hana hjá útikennslustofunni. En það var greinilega hugur íbúa stóð til þess að þetta er frekar staðsett þarna í miðju hverfisins heldur við skólann. Svo sem sagt í framhaldinu og þá hef ég fengið bréf frá 2 bréf frá íbúum sem að búa þarna nálægt leiksvæðinu og þessir íbúar hafa lýst yfir áhyggjum sínum að það veri ónæði af þessu
Og þá ekki verið að setja út að börn sé að leika sér, það verið að tala sem sagt hávaða frá þessum búnaði sem að knýr ærslabelginn og eins einhver hávaði sem myndast þegar þeir eru að hoppa á þessu. Ég viðurkenni það bara, ég þekki ekkert til ærslabelgja þannig að ég veit ekkert sko hvað mikill hávaði og hvað ekki af þessu, ég þekki bara ekki hvernig þetta sko, en allavega að fólk hefur smá áhyggjur af þessu og kannski bara eðlilega. Og líka hafa vísað til þannig að ákveðnar reglur sem Reykjavíkurborg hefur sett sér í sambandi við uppsetningu á þessum hlutum. Þetta er náttúrulega stórstofa fyrir þetta mikið og það sem sagt svona hvað var það landsvæði þá er talað að landhalli megi ekki vera meira en 3%, jarðvegur má ekki vera grýttur eða blautur og þetta er svona frekar blautt svæði held ég sko. Og síðan er talað að það megi ekki staðsetja ærslabelginn og nærri íbúðarhúsum og þá er talað að það þurfi að vera yfir 60 til 70 metrar þarna á milli og eins þarf að vera gott aðgengi, það er ekki ráðlegt að það séu greiðfærir stígar nálægt þessu því að það hefur verið vandamál að það hefur verið að keyra á vespum og öðrum faratækjum á þessu sem að skemmir þetta náttúrulega. Og svo náttúrulega er mikilvægt að ærslabelgur sé staðsettur í sátt við umhverfið því að hann er áberandi í landslæginu. Þetta er ekkert svona í félagsliðunum hana. Hann er gott landrými og má ekki lengja á þeim. Þeir eru breytilegir í stærð og svo þarf að vera svona fallvarnir í kringum hann. Líka bara til að hlífa grasi úr þeim. Og varðandi sko já, þeir tala líka að það sé best að það séu staðsettir við leik- eða grunnskólalóðir, það er svona þeirra pólisía. Við vorum að skoða staðsetninguna út frá íbúðarhúsunum. Og Heimir, ert þú með myndina sem þú fékkst ef þú getur deilt henni með okkur? Já. Nú er þetta skrýtnu formati að ég næ ekki að síra þessu. Já. Já. En allavega það Jú. Já, þessi staðsetning þarna á kortinu er út frá því sem að hann Bragi Bergsson gaf upp og þetta væri fýsileg staðsetning upp á jarðveginn og eitthvað svoleiðis. Út frá bleytunni þá er þetta staðsetningi sem kemur til greina skilst mér að hafa hann þarna efst. Og þarna eru teknar svo línur í sko næstu hús og þetta eru þarna 40 metrar annars vegar og hvað er þarna, er þetta ekki 50? Það er 40 og 50. Já. Þannig að þessi staðsetning í raun, ef við horfum bara á þessar leiðbeiningar sem Reykjavíkurborg hefur gefið sér varðandi þessar staðsetningar, þá er þessi staður ekki í boði, ef við getum orðað þannig. Og ég allavega persónulega treysti mér ekki til að greiða þessari staðsetningu atkvæði út frá þessum leiðbeiningum, af því mér finnst mjög óeðlilegt að maður sé að ganga gegn í raun þeim leiðbeiningum og reglum sem að borgin hefur sett sér í svona. En við ætlum að taka þessu umræðu og ég er að spæja að byrja á að gefa henni Olgu orðið og heyra í þér. Hvað segir þú? Þetta er náttúrulega staðsetningu sem ég hefði viljað sjá þetta á. Já, og langflestir íbúar greiddu ákveðast með því. En mér finnst líka skólinn ekki ákjósanlegur, þetta er það langt í burtu. Já, en ef þú horfir á þessar reglur sem að... Já, ég veit það, en er engin annar staður sem getum hugsað heldur en þessi staður, og skólinn og útikennslustofan. Og fyrir utan það, ég meina sem það er ákjósanlegt að svæði sér svona hinsegin, er ekki gengið frá því, var ekki drenað eða gert göngustígur að þessu eða er þetta bara skellt á jörðina eða hvað? Myndar ekki ganga frá þessu almennilega?
Ég myndi reikna með því, en það kannski æskilegt að svæðið sé ekki mjög blautt fyrir, skilur það, en ég náttúrulega veit ekki, þekkið þið hvernig gengið frá þessum búnaði sem að, þú veist, það náttúrulega eitthvað sem blæs þetta upp. Já. Þekkið þið frágangir á þessu? Er það niðurgrafið eða hvernig þekkið þið þetta? Ég held þessi niðurgrafið, ég hef aldrei séð neitt annað. Nei, ég bara þekki það ekki, sko. Já, það er niðurgrafið. Ég var að skoða þetta eitthvað, ég var á Stöðvarfirði í sumar og þar var einmitt æslabelgur og hann var bara örugglega sko 20 metrum frá húsinu. Það var ekkert ónæði á honum fyrir okkur, sko. En það var niðurgrafið og er á flestu stöðum. Já. En þau sem eru ekki sátt við þessa staðsetningu, eru þau ekki með hugmyndir aðra staðsetningu nema bara skólan? Ekki sem ég hef heyrt. Og það er líka eitt sem hefur verið bent á í sambandi við staðsetningu við skólan, af því að það búa náttúrulega ekki öll börn á Kjalarnesi í Grundarhverfi. Og það er svona kannski meiri möguleiki fyrir börnin sem búa í dreifbýlinu að nota þetta, þú veist, í tengslu við skóla, þú veist, í frímínútum eða í frístund eftir skóla. Og þá er kannski æskilegt að sé nær skólanum, skilur. Það er allavega ein rök sem ég fengið, sko. En það er nú yfir slökkt á svo vettuna, sko. Hvað segirðu? Það er slökkt á vettuna. Það er ekki kveikt á yfir vetramánuðina. Já, ég man ekki. Þetta er mest nota á sumri. Já, ég man ekki alveg, manst þú? Ég held að það sé alveg hárrétt hjá honum, Rósa. Það kom fram hjá Braga síðast að þetta er ekki í gangi frá cirka, þú veist, nóvember fram í mars-apríl. Já. Þá er þetta bara, liggur þetta niður, sko. Já, en þá erum við með allavega maí fram í byrjun júní og svo ágúst fram í þá, já, það var október kannski. Já, ég held að þetta fari eftir bara aðstæðan hverju sinni, sko. Já, væntanlega. Ég held að við örugglega sé að fara rétt með að Bragi hafa komið inn á þetta. Já. En hvað segir þú, Rósi? Hvað finnst þér? Ég finnst að það er verið inn í hverfinu. Og ég tala um það sem að þetta er leikskóla lóð. Íbulögt og fínt þetta þarna, sko. Og þér finnst það bara í fínu lagi óháð því sem að þessum leiðbeiningum Ok. Ólafur, hvað segir þú málið? Hvað sá fólk þetta fyrir sér við skóla? Þannig að eiginlega við endan á nei. Varstu við vorum með einhverjum teikningu, kannski getur Heimir grafið hann upp. Ég sendi okkur örugglega... Nei, það er maður ekki. Ég held það ekki. Af þessum möguleikum sem voru daginn þegar kosningi var, þá fannst mér langframbærilegasti staðurinn það sem við vorum að tala um þarna upp í miðju. Þarna eru börnin að leika sér. Nú heyri ég ekkert í þér, Óli. Já, ég sé þetta. Já, ok. Já, þetta var sem sagt tveir möguleikarnir sem sagt. Það var við skólan og svo hérna hjá út í kennslustofunni. Já. Þarna er líka meira en 3% halli og alls konar vesen þarna við skólan, sko. Já, það er einhver halli þarna, ég veit það, sko. Ég var í fylgjandi því að setja þetta upp í miðjunni. Getum við gengið fram í þeim reglum sem Reykjavíkurborg setur og setja í miðjunni, eða hvernig það? Ég bara... ég veit það ekki. Ég vil bara öðru skotleyfi. Ekki? Sko,
sko mér allavega persónulega finnst það ekki mjög ákjósanlegt að fara gegn þeim reglum af því að það er náttúrulega í fyrsta lagi gefur fordæmi og svo finnst mér þetta bara ekki gott verklag sko. En það var samt vilji Kjalnesinga að hafa þetta þarna? Já. En það má líka ekki vera komið því. Það var komið samt þarna athugasemdir frá fólki sem býr hérna nálægt og hérna hefur smá áhyggjur af því að fá þetta í svona bakgarinn ef maður getur sagt það. Það var alltaf sama og við vorum að glíma með þetta hundagerðið, það var ekki þetta að koma þín einstæða niður, það var alltaf einhver sem sett út af það sko. Já, ég var að vera við það. Já. En það fannst nú að loksins lausn á því, þannig að... Jú. Já, við ætlum ekki að láta þetta verkefni stoppa svona lengi eins og hundagerði. Út af staðsetningu. Nei, við getum mögulega komist hjá því, þá hérna... En nú er ég bara aðeins að fabuleira. Getur þú sett aftur þetta kort upp fyrir mig, Heimir? Já, nei, það er örugglega allt of nálægt öllum húsum. Ertu að tala þetta eða hitt? Ég að tala raunin þetta, sko. En já, við erum alltaf nálega, sko. Ef þetta færi hérna fyrir ofan Eyvahús, sko, þá er það náttúrulega ennþá nær íbúðarhúsum heldur en á hinum staðnum, sko. En við réttan á því, sem sagt, einu við lækinn. Hvað segirðu? En við endan á Eyvahúsi, skólamegin lækinn. Skólamegin við lækinn? Já, það er nú svolítið blitt svæði samt, er það ekki? En bara fyrir aftan Eyvahús, er það of nálægt íbúðarhúsum? Það er mjög stutt í Bergvík þar og eins húsin hérna í Austurgrundinni, Botnlanganum. Við vildum ekki fá hundagerðið þar. Nei, einmitt. Það var þau vilja þetta eflaust ekki frekar. Mér finnst þetta við lækinn, sko, ég meina þetta er lítill og sætur lækur, sko, sem getur orðið töluvert mikill, sko. Já, einmitt. Já. Ég held að væri nú ekki heppilegt að vera svona, að börn væri það mikið í kring svona að koma þeim þar inn, sko. Nei. En fyrir aftan útikennslustofuna, en samt ekki á þessum stað sem er búið að tekna þarna? Þannig að þú gætir labba göngustíðin að leikskólanum og svo þarna út fyrir. Skiljiði mig? Já, ég skiljiði. Það var hérna, ég ætla aðeins að sjá hvort ég finn hérna í póstunum. Það var nefnilega, voru smá hérna póstsamskipti. Afsaka ég pínu hérna. Gleymdi nefnilega gleraugunum í vinnunni og ég alveg óttalega. Er þetta ekki sko fyrst og fremst spurningin hvað er friður með þetta? Jú, það er það náttúrulega sko. Og maður vill náttúrulega helst ekki að þetta verði sett niður einhvers staðar algjörlega óþökk einhverjar íbúa sko. Það er ekki nema eitt sem búið til styrjöld, þið vitið það? Nei. Það þarf ekki nema einn til að búa til styrjöld. Ég held ég sé búin að finna hérna póstinn. Hún hérna, hún Sigrún Anna skólastjóri, hún hérna var með póst hérna með hugleiðingar. Ég var nú búin að deila þeim út á Facebook sko, en já, hún hafði borið þessa staðsetningu hérna við útikennslustofuna undir Kristínu sem er aðstoðarleikskólastjóri og er yfir leikskólanum og hún var svona að tala að það væri kannski erfitt sko fyrir leikskólabörnin að horfa á belginn í notkun hinumegin og mega ekki fara þannig að hún taldi betra að hafa þetta við skólann þannig að það væri hægt að fara í einhver skipulag ferðir með þau þangað. En að öðru leyti sko hef ég ekki fengið neinar athugasemdir við að þetta sé slæmur staður sko. Og ég meina, ég veit það ekki, er ekki
flest börn í einhverju skólaprógrami eða eitthvað á leikskólatíma svona, eða ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég er kannski bara hörmulegt foreldri, en mínir börn var alltaf í einhverju prógrami eða eitthvað eða ég var í vinnunni og svona, þannig að maður er að spá eitthvað hvað væri þetta mikið eitthvað í notkun á leikskólatíma, upp á það ekki? Örugglega bara ekki neitt. En má ég spyrja, þú veist, nú er ærslabelgur oft notaðir einmitt á kvöldin af krökkum og ég er ekki viss hvað er til dæmis þetta svæði langt frá því svæði sem að upphaflega tillagan ærslabelginn er. Þar sem að krakkarnir búa, þannig að þeir eru nær sínu heimili þegar þeir fara út á ærslabelginn. Já. Þetta er cirka hvað langt á milli? Þá ertu að tala staðsetninguna þarna í miðju hverfisins, sem sagt. Já, já. Þetta er ekkert mjög langt, sko, en ég veit ekki 8 möguleika á deila einhverju korti. Já, þetta er nú svolítið út úr. Þetta er nefnilega alveg hellingur út úr og litlu krakkarnir geta að fara einu, en það kannski gætu gert það ef þetta verður róluvellinum. Og er ekki pláss fyrir þetta á róluvellinum? Já, þar erum við að lenda í sem sagt að þetta er í raun of nálægt íbúðarhúsum miðað við þær leiðbeiningar sem að borgin gefur sér, sko. Já, ég skil. Þeir eru að tala að sé sem sagt, já, 60 til 70 metrar, en við erum að tala 40 til 50 í næstu hús, sem sagt, þannig að. Þetta er bara 20-30 metrar, það er það milli vinn. Já, það getur örugglega búið til óvinni, það er svarið, sko. En en ég veit það ekki, þarna er Heimir komið með eitthvað. Þetta er ekkert á þess að funksjónu hérna. Nei, ég held líka að það sé árið eitthvað pínu erfitt eftir þeir breyttu komast undan með einhver uppfærslu sem eru mjög erfiðar. Það er örugglega ekkert mikið mál að gera þetta bara á Google Earth eða Maps. Þar er þetta að sjá fjarlægðina auðveldlega. Er ég ekki á réttu stað hérna? Það er við skólan, já. Þetta eru 480 metrar. En ef þú ferð þarna við útikennslustofuna? En það er eitt sem hvað getur þetta verið að trufla fólk? Það er kveikt á þessu þegar skóla er lokið á daginn og það er slökkt ekki steinni 9-10 virka daga. Sko, þetta er þegar talum semst að það sé sólarúr í þessu og þetta sé frá cirka, já, bilinu 8 til 10 á morgnana sem þetta fer í gang og þetta er til svona bilinu 8 til 10 á kvöldin sem að þetta er í gangi, semst. Ég sé ekki ástæðu sem þeir setja þetta í gangi núna þegar skólinn er milli 8 og 10 á morgnana nema að þetta sé það út við skóla. Ég sé enga ástæðu til þess að ærslabelgurinn sé settur í gang snemma á morgnana nema á þessum árstíma þegar skólinn er nema hann standi út við skóla til þess að leyfa þá krökkunum að leika sér á honum í frímínútum. En ef í hverfi þá er engin tilgangur sem að kveikja á honum fyrir skóla er lokið á daginn. Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað automat í þessu þannig að þú veist, það bara þegar sólarúrin segir eitthvað þá fer þetta í gang og Já, það er þetta að stilla það bara klukkan hvað það er, samkvæmt sólarhringsins. Jú, örugglega, sko. En það er spurning, hvað viljið þið gera? Hvað segir þið, Rósi? Ég stýtti þetta hjá Róðurlund á vefnina. Þú vilt stýða það? Ok. Þú talar á því?
okkur vantar kannski líka meiri upplýsingar það sko að ef þetta sett þarna niður og einhver eru óánægðir með það, hafa þeir einhver ekki tól til að krefjast þess að þetta fari eða verða þeir að setja sig við það? Ég bara þekki það ekki. Það nú bara hlutur sem skiptir bara töluverðu máli í umræðinni, sko. Já, þekkir þú eitthvað? Ég get ekki svarað því, nei. Nei. Ég bara senda einhverja fyrirspurn út af því, sko. En, sem sagt, Bragi og hans fólk á umhverfis- og skipulagssviði, þau óskuðu eftir að fá eitthvað frá okkur í formi bókunar, svona afstöðu ykkar til þessara hugmynda. Já, og þessum fundi það er bara á að fara að bjóða þetta út. Þannig að ef það frestast eitthvað, þá náttúrulega kannski frestast framkvæmdin sem því nemur, eða ég þekki ekki hvernig hvað áhrif það myndi hafa. Ég bara velta fyrir mér framhaldi málsins. Mér heyrst ekki vera kannski þið telji ekki allar forsendur liggja fyrir og kannski óski frekari upplýsingar. Væri hægt að formaður og varaformaður myndi funda með Braga og fá nánari upplýsingar og að það veri lending eða hvernig Getum við ekki haldið bara annan fund eftir viku og ákveða þetta? Þá erum við búin að annarkvort fá eitthvað til að ræða við okkur og upplýsingar til að taka bara á. Það er spurning. Ok, ég ætla aðeins að fá að fara hringinn. Þannig að Rósi, hann vill bara þessa staðsetningu þarna í liðinni. Valgerður, hvað myndir þú vilja gera? Sko, mér finnst við erum búin að þvæla fram og tilbaka með þetta mál í rosalega langan tíma. En ég meina við höfum kannski tíma, ég veit það ekki, það er vantarlega ekki verið að fara að setja niður æslabelg fyrir bara fyrir sumarið. Ef við sjáum að það er mikil andstæða fólks við þessa staðsetningu, þá finnst mér eðlilegt að skoða það hvort að við finnum betri staðsetningu. En persónulega, en ég býð þarna náttúrulega ekki, persónulega finnst mér þessi staðsetning bara líta vel út og mér finnst 40 metrar frá æslabelg ekki vera eitthvað sem að myndi trufla íbúa. Ég meina, börn eru líka farin heim að sofa fyrir klukkan 10 á kvöldin og það er ekkert ónæði sem er í gangi þarna nema þegar æslabelgurinn er í gangi. Já, ég á svolítið erfitt með að taka ákvörðun þetta, en mér finnst eðlilegt að taka til greina óskir íbúa. En mér ákveðast að spyrja, því þú varst að tala að þið hefði verið þarna nálægt svona æslabelg í sumar. Heyrðuð þið mikið hljóð frá þessum búnaði sem að blæsa hann upp? Nei, ekkert. Nei, ok. Þannig að það er í raun bara, já, hoppið sem að... Já, þú veist, það eina sem að heyrist kannski var stundum ef að krakkar voru mikið að öskra en það var ekkert sem truflaði mann, sko. Já, ég meina þau gera það alveg með og án æslabelg, sko, þannig að... Já, ég meina ég er með trampólín hérna út í garði og það er oft truflun af því en ég fer samt ekki fram á það að trampólínu sé fjarlægt, sko. Það er 5 metrum frá glugganum mínum. Það er bara, þú veist, börn eru börn. Já, algjörlega. Óli, hvað segir þú? Hvað myndir þú vilja gera í stöðunni? Svona í ljósi þess að hlusta á það sem Valgerður segir hefur verið nærri svona æslabelg og auðvitað það sem börn eru og leikur, það heyrist alltaf eitthvað sem betur fer bara eðlilegt, sko. Mér finnst eðlilegt að þessi æslabelgur komi í miðjuna þar sem leiktækin eru, þar sem börnin eru að leika sér. Mér finnst svona þessi staðsetning út í kennslustofu, sko, lítil börn að leik, sko, að sækja í þetta, þannig lækur sem er, sko, getur verið stórfljót og hættilegu, sko, það er svona hálf stuð að mann ofta sjá börn þar bara, veist ég, svona ung börn
svona maður fær bara áhyggjur að sjá það. Ég var nú barnabörn sem hafa verið að leika þarna og svona þannig ég myndi segja það að já, vilja fylgja þið bara eftir þetta færi í miðjuna. Þú bara taka ákvörðun það, við þurfum bara að fara að taka ákvörðun þetta. Og Olga, þú vilt miðjuna? Já, ég vil miðjuna, algjörlega. Já. Og Guðni, hvað? Ég finnst þetta skynsamlegasti staðurinn, sko. Já. Miðjan, ég finnst það. Þetta eðlilegasti staður, þarna eins og fram hefur komið, þarna eru legtækin og þetta í miðjunni, þetta það sem foreldrar allavega þarna í kring geta fylgst með hvað að gerast. Út í skóla getur enginn fylgst með þessu, það bara að frétta það, sko, ef eitthvað gerst hana. Þetta þetta ákjósanlegasti staðurinn, þetta var svona eina sem ég var svona að setja spurningamerki við, sko, að ef það eitthvað mikil andstaða, hver sko, það að fara að hlaupa í bútuna, en það er ekki. Hvað segir þið? Kannski eigum við ekkert að vera að spá í það. Ef það mikil andstaða, sko, hvað frá einhverjum einstaklingum, eða einstaklingum, hvort sem að sko, verður það til þess að þurfa að hlaupa í burtu með hann eða ekki. Það kannski það sem er svona þetta leiðilegasta við það, búið að koma niður og svo niðurstaðan eftir 1 ár bara, það verður að flytja hann út af einhverjum nágrönnum. En það kannski engin ástæð sem að setja það fyrir sig, bara ákveða að setja niður og láta reyna á það. Það ein leið. Sigrún, eru þetta bara 2 aðilar sem að hafa kvartað yfir staðsetningunni? Já, sem sendu á mig, já. En ég hef svo ekkert farið Já, nei, kláraði. Nei, þú veist, ég hef svo sem ekkert eitthvað farið svæðið og talað við fólk, sko. Þetta bara bréf sem ég fekk send, þannig að þannig ég veit ekki með afstöðu hjá öðrum sem búa þarna, sko. Þá er kannski alveg eðlilegt að kanna afstöðu annara í hverfinu. Ég meina, ef þessi staðsetning hefur ekki verið borin undir íbúa formlega og þau geta, þú veist, komið með sínar athugasemdir. Hefur það nokkuð verið gert? Þetta var náttúrulega kynnt á Facebookinu og kosið þetta, sko, og þar voru eitthvað, var ekki eitthvað 150-200 mann sem kusu þetta, milli þess að tekja staða. Já, ok, já, þá er það, já, nei, mér finnst það alveg nóg. Mér finnst við ekki þurfa að taka aðrar ákvarðanir ef þetta var það sem meirihlutinn kaus og það eru einungis bara einhverjir 2 sem að hafa lagt sig upp á móti. Það er alltaf einhverjir sem leggja sig upp á móti öllu. Já. Er ekki 100 sem... Sko, það voru sem sagt 91 sem að greiddu atkvæði með þessari staðsetningu og 26 sem að greiddu atkvæði með skólanum. Þá finnst mér þetta bara borðleggjandi. Já, ég verð ekki. Viljið þá samvinnast í bókun þetta? Já. Á ég að hendur einhvern texta. Já. Ég ætla að búa til smá texta og senda hann heimir varðandi það. Heimir, varstu búin að hóra postið frá mér? Já. Ok. Kannski meðan ég pikka það að við förum þá bara í 4. lið sem vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar í borgarhlutanum. Yes. Já, ég get svo sem tekið boltan þar. Umhverfis- og skipulagssvið fól mér að kynna hvernig staðið er að þessari þjónustu. Setti hérna upp hlekki á upplýsingar þetta. Ef við byrjum á því að fara hérna á vef borgarinnar. Þá er þetta nálgast þarna upplýsingar þetta. Hvernig staðið að snjóhreinsun og hálkuvörnum. Ef við byrjum á þá er þessari þjónustu forgangsraðað.
kannski ekki allt við mikil en stofnbrautir, strætóleiðir, fjölfarnar safngötur njóta forgangs og miðað við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar fyrir klukkan 7 á morgni og hreinsun annarra megin umferðargatna sé lokið fyrir klukkan 8. Ef við hoppum yfir í þetta, skoðum hvernig þetta lítur út á borgarvefsjá. Sjáum við hvernig göturnar eru litaðar hjá ykkur og til að komast að því hvað þessi litir þýða, þá þið sjáu hvað ég er með músinni hérna, þá er hægt að sjá skýringar á því hér. Þetta er sem sagt þjónustuflokkarnir, bláu línurnar, þær þýða að miðað við sé að þessar götur séu færar klukkan 7 á morgni og þessar hvítbláu línur, þær eru svokallaðar í þessum 3. flokki og talað er að þessar götur eru aðeins hreinsaðar séu það þungfærar. Og það er miðað við mikla hálku eða 15 cm jafnfallinn snjó. Ég held að það sé komið inn á það hérna. Íbúagötur eru hreinsaðar þær eru þungfærar, einhverjum mikil hálka eða snjódjúpt meira en 15 cm. Jafnframt kemur þarna fram út af þessari reglu hefur þó verið brugðið. Ef við förum í stígana, þá best að fara á Borgarvefsíðuna til að sjá það. Förum við aftur upp á Kjalarnes. Já. Sjá. Þetta er nú eitthvað skrítið. Gá hvort ég fá þetta betur upp hérna. Ekki viss það. Já, það er nú ekkert litamerkt hérna á göngustígum á Kjalarnesi. Þannig að það er bara sagt að það sé ekkert í reglubundinni þjónustu. Ekki veit ég hvort að þetta er feill í þessu kerfi hjá þeim. Þið kannski þekkið það betur, það ætti nú að liggja ljóst fyrir. Hefur verið skafað hjá ykkur í þessari tíð núna? Hvernig líka göngustíga út hjá ykkur? Það er bara mjög vel staðið að mokstri hjá okkur. Myndi ég alveg að segja. Þeir eru alveg til fyrirmyndar hérna í Áhaldahúsinu. En þetta ætti Ein græn gata. Er þá líka tekið af göngustígunum þó að sjást ekki á kortinu? Já, allavega mín upplifun er svo að þeir séu bara mókaðir mjög reglulega og vel. Ok, gott að heyra. En ég velti hins vegar einum fyrir mér úps, getur þú farið aftur inn í þetta? Já. Afsakið. Af því að ég nefnilega sá umræðu inn á Facebookinu þar sem að íbúar út í Lykkjuhverfinu sem við kallum, það er aðeins ef við höfum Brautarholtsveginn, það er lengra það er akkurat undir þessum fermingana. Það er Hofsbraut. Þessar tvær, þetta er ekki Hofsvík og Hofsbraut. Þau hafa verið svolítið að kvarta undan að það sé ekki mokað hjá þeim og ég held að Reykjavíkurborg eigi þessar götur af því að þeir voru með hraðabreytingaupplýsingarnar að þá kom það inn á þessar tvær götur. Þannig að það er spurning hvort að maður getur óskað eftir einhverjum upplýsingum þessar tvær götur. En það er ekki þarna inn á með það, sko.
Sigurinn, ef þú kemur, sendir mér bara post, þá get ég kannað þetta hjá þeim sem halda utan þetta. Ég held ég veit af hverju þetta ekkert merkt. Þeir vita að þetta almennilega gert og þarf ekkert að merkja þetta. Kann að vera. Kann að vera. Ég ætla að fá einhverjar upplýsingar vonandi. En í það minnsta þá, þeir sem halda þessari þjónustu, þeir vilja líka koma því að framfæra að það hægt að senda ábendingar á ábendingavefinn sem þetta neðst alltaf á síðu Reykjavíkurborgar. Og einnig þessar tímasetningar sem ég nefndi klukkan 7 á morgni eða 8, það er náttúrulega kannski ganga út frá því að það hafi snjóað að nóttu. En það byrjar kannski ekki alltaf að snjóa á nóttinni, en þá er þetta allavega forgangsröðunin. Ég veit allavega að ég fer mjög oft svona og upp úr 6 að labba með mína hunda, svona, milli 6 og hálf 7. Og ég held að bara frá því að ég fór að fara út með hundana hafi ég aldrei komið út þegar snjór og það sé ekki byrjað að móka eða jafnvel búið. Þannig að ég held að við sem hverfi séum mjög heppin með þá þjónustu sem við fáum hvað þetta varðar. Ég hef svo sem ekki meira að segja. Nei. Er það þá ekki bara næsti liður í dagskrá? Sem er fundardagatal íbúðarráðsins. Mér telst til að við eigum eftir 3 fundi. Þetta ráð, eins og það er samansett. Við erum með sem fund í dag, síðan verður fundur 10. mars. Aprílfundurinn, þann þarf að færa að því að okkar fundardag ber upp á skírdag. Þannig að við hnikum honum fram til miðvikudags. Og síðan erum við með fund 12. maí. Einhverjar athugasemdir við þetta? Bara flott. Er ekki sátt alveg við hennan miðvikudag þarna fyrir skírdag? Jú. Þá er það bara... Já, þetta er svo til afgreiðslu, þannig að má ganga út frá því að þetta sé bara samhljóða. Ef að enginn verður einhverjum mótmælum, þá tel ég þetta samþykkt. Ég hefði alveg viljað sjá þetta miðvikudeginum undan. 1 viku undan. Það hefði ekki verið hægt, það er 50 undan. Það er náttúrulega margir að fara í frí þarna akkurat. Já, ok. Svo. Hvernig er þitt vinnuskipulag, Heimir? Mitt vinnuskipulag? Já. Það er... Þétt? Já, eins og hjá ýmsum öðrum, en ef það er vilji fyrir því, þá er vonandi hægt að koma því við. Ég hlýt að fá eitthvað bekka til þess. Þetta er ekki svo að fund annars ráðs, en það er ef þetta er ykkar vilji, þá er það þannig. Já, en sko þessi vika þarna á undan, ertu með fundi alla þá daga, eða hvernig? Það er svo sem 50-dagurinn 7. miðvikudagurinn 7. Þið getið alveg ákveðið að vilja funda ykkar aprílfund, hafa hann þá. Ég meina, þá bara að reddast það. Að reddast það? En ef ég vil hafa þig sem starfsmann? Já, veistu, ég bara get ekki svaraði, sko. Nei. Það sá 7. eitthvað líklega til árangurs, en það er erfitt að... 50-dagurinn 7. það er semst viku fyrr, er það ekki? Jú. Myndi ráðsfólki hugnast sá dagur betur, svo Olga komist í páskafrí? Og fleiri.
Já, fleiri Ég tek undir þetta með Olgu, ég bara fattaði ekki alveg að þetta væri alveg núna í páskunum. Ég væri alveg til í 7. frekar. Þú ert til í 7., Olga er til í 7., Óli, hvað segir þið Rósi og Guðni? Já. Já, þetta bara fínt. Ok, þá setjum við 7. í staðinn. Yes. Ok, já, þá næsta mál á dagskrá. Það umsögnin sem við sendum varðandi drög að atvinnu og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar. Þetta bara formsatriði að við samþykkjum hana hér, við erum búin að senda hann inn, en svona formsins vegna þurfum við að samþykkja hana. Þannig ég ætla bara að ganga hringinn Rósi. Valgerður. Já, ég samþykki. Olga. Samþykki. Guðni. Já. Og Óli. Samþykki. Þá það frágengið. Síðan þá bara komið að liðnu málefni Kjalarnes. Eru þið með eitthvað sem rennur á ykkur? Já, mér langar að rifja upp hérna fyrirhugaða heimsókn til björgunarsveitarinnar Kjalar. Já. Verðum við getum sleppt lausu á morgun, þannig að við getum farið bara... Mars það bara á morgun? Já, það spurning hvernig Rósi vil fá okkur, sko. Ég bara nefni Íðund og Jóna. Hvað segirðu, Rósi? Rósi, hvað segirðu? Ég heiti svo illa í þér. Guðni og þetta bara fyrst. Það skiptir ekki máli fyrir mig, ég kann kannski með, það er ekki mótið ykkur. Á hvaða dögum helst að hitta á ykkur, hann svona? Við erum alltaf með fundi á miðvikudögum. Alltaf á miðvikudögum? Ok. En við getum komið til þessum aðstoð. Við erum bara opnum og sýnum ykkur aðstöðum og bara hefur þetta að gera og annað. Þið með endilega, þetta nú þetta að vera okkur fundi sem ég ekki, hvað snýst þetta? Þetta snýst bara að við ætlum að heimsækja björgunarsveitina og skoða aðstöðuna hjá þeim og svona, því við vorum að reyna eitthvað að pota í borgina að þeir fengju mögulega stekkur á sitt húsnæði. Og Rósi var að tala bara að við myndum geta að skoða, séð aðstöðuna. Fengi kaffe og kleinu kannski í leiðinni. Það væri staðarfund á 5. degi einhverjan. Það væri ekki mál að kíkja hana áður, fyrirfundi eða eftirfundi upp í hús og þetta kynningu fyrir sveitarfélagið. Já. Nú held ég að verði einhverjar breytingar á takmörkunum á morgun og þá kemur í ljós hvort að við getum verið með staðfundi eða hvernig verður. Ef ekki svolítið bara að sjá hvernig það þróast og plönum þá kannski við annarkvort mars eða aprílfundin að kíkja á okkur. Það væri náttúrulega frábært ef við getum einmitt haft kannski bara þá fundi upp á Kjalarnesi. Það var annarkvort mars-apríl. Í félagsheimilinu og svo kíkt á björgunarsveitina. Já. Við allavega pælum í því, sjáum hvernig landið liggur. Er einhver fleiri málefni sem að... Heyrðu, ég beðin að spyrja þennan blessa orkuveituveg sem áttu að vera farin 2016. Já. Þú fundaði Sigrún eitthvað með orkuveitunni og Bitninga, minni mig. Já, ég gerði það.
svo brast á mig COVID og við höfum bara ekki hist eftir það. Ég var einmitt að hugsa það í vikunni að ég þarf að heyra í honum Birni Inga með þetta. Ég ætla að senda hann bara post, skrifa bara hjá mér hér og nú. Og ekki rétt að senda hann formulega post og sjá hvernig máli stendur? Ég held að máli standi enga með, þannig ég ætla bara að heyra í honum. Því að þeir eru ekkert að gera, sko. Nei, ég veit það. En það voru komnar ákveðnar hugmyndir fram og ég ætla bara að heyra í honum hvort við getum ekki tekið upp þráðinn og reynda að fara að koma þessu á eitthvað plan. Jú. Hvað, er viljið til þess að vegurinn fari eða? Nei, sko já og nei. Málið er að þá náttúrulega átti að setja veg bara tímabundi á meðan framkvæmdir voru, en svo var náttúrulega það planið að það kæmi göngustígur. Þannig að það í raun umræðan var semst að við fengjum göngustíg og brú yfir lækinn, en hins vegar að þá Orkuveitan eða Veitur eða hvað það heitir, þau þurfa að hafa aðgengi að, það eitthvað dæluhús eða eitthvað þarna niður við lækinn sem þau þurfa að hafa aðgengi að fyrir bíla. Og Björn Ingi var með einhverju hugmyndir á sínum tíma að þau myndu skipta með sér verkum, semst að Orkuveitan sá aðili myndi sjá veg eða stíg þeim megin lækja frá þá læknum að Sundlauginni og síðan myndi borgin taka hinum megin við lækinn og gera stíg fyrir á fjöruna og það var einhverjar pælingar hvort það væri hægt að nota efnið úr veginum að einhverju hluta í þetta eða hvernig það gert. Og ég gerði á sínum tíma svona ófaglega könnun inn á Facebook síðanum hvernig stíg fólk myndi vilja sjá fyrir sig þarna og niðurstaðan úr því var að fólk myndi mjög gjarna vilja fá þess malbik þegar stíg ekki upplýsta. Og ég þarf bara að fara að ýta og ég þarf bara að heyra í honum Birni Inga með, þú veist, hvort það ekki hægt að fara eitthvað að snúa þetta í ganga aftur. Það var ekki rétt að senda honum sig formlega fyrirspurn því að það líða nú alltaf einhver ár á milli sem þetta máli rætt. Þannig að það verður þá allavega eitthvað svona á blaði það hvað þeir eru að hugsa og í hvað farvegi þessi vinna er. Já, ég skal bara senda honum post og ég get bara senda afrit á bráðið ef þið viljið. Já. Og bara læt ykkur þá vita hvaða svör ég fæ. Hvernig hugnast þér það, Ólafur? Mér hugnast það vel. Ég er bara að spyrja fyrir hér vinafólk mitt í eldra sem þetta liggur á. Já. Ég var búin að vera að hugsa mjög mikið þetta í vikunni en ég er bara búin að vera frekar mikið á haus í hinni vinnunni minni þannig að ég hef bara ekki komið því á. En ég set þetta á miðan núna, ég skal bara senda post á morgun. Það er náttúrulega líka, þetta er bara ósnyrtilegur þessi vegur, þú veist, og við viljum ekki hafa bílaumferðarna. Þannig að þetta þarf að komast í. Bílaumferð og þannig motocross hjól á fullri ferð og svona, þetta er ekki, það þarf eitthvað að gera í þessu, sko. Já, við veitum það. Ég tek þennan bolta og græði þetta og komið sér í eitthvað. Eitthvað fleira sem þið viljið? Ekki bara klára bókuninu það með frá því fyrsta nokkuð annað. Já. Afsakið. Heyrðu, það ekkert sem ég sé. Ég ætla aðeins að tjekka bara svona til vonar vara inn á Face-inu hvort það hefur eitthvað komið inn þar.
gerist hér. Það er svona skemmtilega ef einhver hefur sett eitthvað inn að maður missi ekki af því. Ok, ég sé allavega ekki að það sé neitt hérna sem það stendur út af hjá mér. Þannig að þá er spurning hvort að við kíkjum á þessar bókanir. Ég var búin að senda þér í tölvupósti og Guðni var búin að senda þér líka. Þannig að hérna kemur þetta. Kristið fullkomlega í þessu. Vil ég fara fyrst gegnum þetta í heild sinni eða fara beint í bókarinnar eða? Þetta lítur þetta svona út. Og bara erindi ykkar til skipunar samgöngur og samþykkt með þessari svohljóðandi bókun. Nú þekki ég ekki nákvæmlega prótókollið varðandi sölu á lóðum, en ég er ekki viss að það komi til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar. Myndi ég vilja hafa borgaryfirvöld í staðinn eða vil ég láta það standa svona? Er ekki svona borgaryfirvöld betra því að... Já, heyrir í okkur Guðni? Guðni er allavega mjútaður. Guðni. Halló, halló, halló. Guðni. Já. Við erum að velta fyrir okkur hérna í bókuninni hvort að við megum breyta hérna semst að íbúðarhúsnæðisbætur borgaryfirvöld til að selja nú þegar lóðirnar. Af því við vitum ekki alveg hvort það er borgarstjórn sem hefur með málið að gera. Já, borgarstjórn er náttúrulega æðsta yfirvaldið, en breytir svo sem kannski ekki öllu. Þetta skiptir kannski ekki öllu máli í þessu samhengi. Heyrið í mér? Já. Já. En allar ráðið sem þetta sameinast þessa bókun? Já. 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 Það er allir sammála því. Þá er það hérna er bókunin sem ég fekk senda frá henni Sigrúnu varðandi Æslabelginn. Þá er það ráðið að undanskilinni Sigrúnu sem myndi standa að því, þeirri bókun. Væri hérna ekki ágætt að bæta við hérna lagt til að Æslabelgur sem kosið var í hverfi mitt verður staðsettur í miðju Grundarhverfis eins og kosning íbúa samþykkti eða eitthvað, vegna þess að það er eitt að samþykkja Æslabelginn í hverfi mitt og annað að samþykkja staðsetninguna. Þar sem að meiri hluti íbúa samþykkti staðsetninguna. Það verður ágætt að það kæmi fram í bókun.
Er það vilji ykkar hinna sem standa þessari bókun eða? Já, ég alveg sammála því. Ég styð það. Ég styð það líka. Er þá ekki verið að vísa til Facebook-könnunarinnar? Jú, ég myndi þá segja sko meirihluti íbúa sem tóku þátt í sem sagt, því það náttúrulega þetta ekki meirihluti íbúa á svæðinu svo sem, en þetta er meirihluti þeirra íbúa sem tóku þátt í viðkomandi könnun, skilur við. Staðsetningu. Svo einu ofvikið íbúa þarna. Samþykkti. Já, þá er ég sátt. Hinir sem standa að bókunni, þeir eru sáttir? Alveg. Sátt. Ég sáttur. Já, þá uppfæri ég bara fundardagatalið með hliðsjón af þessum 7. apríl í stað, var það ekki 13. Annað er það ekki frá mér í bili. Þú þarft að taka Mörtu Guðjónsdóttir út, Heimir. En ekki hvað? Þetta er dauðasynd? Nei. Takk fyrir þetta alveg. Erum þá ekki bara nokkuð góð? Ég er góður í bili. Og dagskrá tæmd. Og ég tek náttúrulega eins og alltaf af ykkur loforðum að svara hratt og vel hérna í tölvupósti, staðfestingu fundargerðar. Já, ég skal gera það. Þá bara þakka ég fyrir fundin og við verðum í sambandi með. Já, takk fyrir fundin. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir fundin, sjáumst. Takk fyrir. Takk.